erum með hérna glænýja frétt. Wow. Það er búið að eyðileggja byrgkrakkan. Fyrirlinn hans ónýtur. Það eru 2 strákar sem að láku myndbandi í gær. Ingi Báður, veist þú betur þetta? Meira þetta? Þú segist að Biggi takk fyrir þessu. Já, takka þér fyrir það, Gunnar. Við erum hérna... Já, góða... Hvernig... Ég ætlaði að spyrja þig út í það. Hvernig líður þér í rassinum? Mér aldrei leið betur. Þannig að þið fannst þetta bara frekar gott að þeir hafi bara verið svona slátrað svona. Nú er leið henni. Er það alveg sama? Hvað tekur við? Ég sé ekki þetta neinu. En hvað ætlar að gera þá í framhaldi af því að þetta atvik gerðist? Gera það sama með þig. Það er alveg gott comeback á þess að vita hvaða comebackið var. Takk. Við ætlum að fá að sjá myndbandið. Bye bye. Hey, 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 3, 2, 1, Já, þá er komið að 3. þættinum. Í dag er það engin annar en Ezekiel Karl. Já, eins og Chase Anthony, þá er Ezekiel líka í leynilegu ástasambandi, en það er einmitt við hana Birgittu Haukdal, þannig að ekki vera að segja neinum. Hann var einmitt að gefa út lag daginn, en ég mæli með að fólk hlusti á það aftur og bak, því þar er hann að syngja ISIS. Nei, ég get ekki sagt. Ezekiel Karl. Já, er það Ezekiel Karl? Já, góða kvöldi, Ezekiel. Já. Blessaður. Andri markastjóri, ég hringi hérna frá Wilsons Pizza. Ok. Við vorum að klára hérna smá hitting, smá markashitting. Og við ætluðum að kíkja hvort þú hafðir áhuga fyrir að fara í smá svona auglýsingaherferð með okkur. Já. Vel borga. Ok. Þá er það bara að fá þig til að leika í mjög vel borga. Ok. Og fá þig til að leika auglýsingu fyrir okkur, bara einu auglýsing, bara svona 3-4 mínútur, bara að styttra jafnvel, og kannski gera svona Wilsons lag. Og þetta væri þá bara auglýsingin þegar hún er að spila, þú fær bara X upp að mánuði. Við getum rætt að betur þegar við hittumst. Þetta væri alveg einhverjur... Hefur eitthvað lítinn áhuga á þessu? Ég er bara ekki viss hvort að það sé eitthvað fokk í mér ekki, sko. Nei, alls ekki. Ég bara, eins og ég segi, þetta er bara, við erum bara búin að vera að ræða aðeins saman og við erum bara til að hitta á fund. Þetta væri í rauninni, ég ætlaði bara að bera þetta undir áður en ég býður á fund, hvort þú hefur eitthvað áhuga fyrir þessu. Ok. Geturðu sendt mér e-mail upplýsingar með þetta? Já, ég get gert það. Eða þú getur líka bara komið á morgun klukkan 12 og hitta á okkur. Við erum að gefa aðeins í markasetninguna hjá okkur. Þetta gæti alveg farið hátt upp í 1 milljón fyrir skatt. Auglýsingin meðan hún er að rúlla. Það skelltist á. Það skellt á. Þú ert komin í sambandi við... Já, síminn er stór. Hann var eitthvað bras á honum og síðan bara slitnaði sambandi. Sælir. Blessaður, Andriðin aftur. Já, ég er síminn dóið þetta. Já, allt í góðu. Ertu tilbúin að hitta á okkur á morgun kl. 12? Hvað er þetta? Í Breiðholtinu, Wilsons í Breiðholtinu. Líst þér svona ágætlega á grunnhugmyndina? Ég þyrfti alveg að fá að vita aðeins meira, sko, það er þetta bara, þú veist, hvað er þetta auglýsing sem að er bara á netinu, eða þetta bara sjónvarp, hvernig, þú veist? Þetta er bara herferð, þetta er bara net, sjónvarp og bíó. Ok. Þetta er sem sagt, ef þú væri til í að gera fyrir okkur Wilsons lagið, þá væri það, meðan það væri spilurinn, ásamt auglýsingunni, það væri þá rauninni saman.
við myndum reyna að sameina einhvern veginn bara í samstarfi við þig, þá væri þetta svona eins og ég segi, svona í kringum slá upp í 1 milljón fyrir skatt. Það er budgetið sem við höfum. Ok. Og síðan eru alls konar hugmyndir að, sem við erum með eins og ef að þú ert að gefa út plötu og svona að hún sé þá sponsori af Wilsons og þá getur bara borgað þér fyrir hvert innslag sem hún getur sett bara vinna Wilson í einhverju lagi, þá getur við bara, þú veist, hent 50.000 kalli, þú veist, og þú getur bara ráðið hversu oft þú segir Wilson á plötunni og þá bara hækkar upphæðin samkvæmt því. Alls konar svona hugmyndir, ef þið líst vel á það. Ok. Já, og strætóskilti og Já, er þetta þá myndband, er þetta mynd, þú veist, er þetta bæði? bæði. Þetta er bara að fara út um allt. Ok. Það er svona 12 á morgun. Já, ég er svona smá fyndið eins og að sé eitthvað fólk í mér, sko. Já, eins og ég segi, ég er bara til að hitta á morgun kl. 12 og skýra máli betur fyrir þér. Þetta þarf ekkert að gera það ef þú vilt það ekki, þetta er bara, við ákveðum bara að pröfa að heyra í þér. Þú var svona efstur á lista hjá mér. You have 29 seconds. Já. Þetta var samstagskona. En já, ok, á ég ekki að hringja bara betur í þig á morgun. Við ætlum líka að heyra í Loga, hann er kallaður Luigi, svoleiðis. Og við ætlum að bara skoða options, kannski að hafa ykkur saman eða eitthvað svoleiðis. Oh my god. Já, þetta er búið. Akkur er ég búið með innina mína? Já. Oh my god. You have 29 seconds. Hann eitthvað, ha? Þetta er samstarfskona mín. Hann er sko ekkert eðlilega ringlaður heima. Já, hann bara, hún lýður svo. Það var ógeðslega að fyndið að við myndum ekkert hringja aftur. Hann var bara, hvað er milljónum mín? Líka bara 1 milljón á mánuði, sko. Og 50 skallið, hann var bara að hugsa bara, ok, hvað getur gert? Það er besti díl sem ég hef. Wilson. Þetta kom bara 200 skall. Herri, stóð símið í nattir? Nei, ok, slitnaði eitthvað hjá okkur. Já, hittast. Ætlaðu ekki að reyna að gera það? Ég er alltaf laus 50 eftir 50. Ok, en ég var líka að þegar ég var að hringja aftur, þá var ég að ræða við samstarfskonuna mína við hliðina á mér. Og við vorum að ræða aðeins budgeti sem við varum að tala við 1 milljón eitthvað. 1 milljón fyrir skatt, cirka. Við vorum ekki alveg, þetta var eitthvað misskilningur hjá okkur. Og þú veist, þetta er þá í rauninni, sko, 1 milljón í budget sem við höfum, sko, fyrir auglýsinguna og þig og Loga. En við getum líka rætt það betur þegar við hittumst. En Hver er þá pælingin á þessu, þú veist? þetta er bara svona, ef þú horfir, þú veist, ímyndaðu bara, að þetta horfir upp í lofti, hugsaðu bara, þú veist, vinstra mér er bara Wilson, svo bara X, Ezekiel, fattar þið? Og síðan kannski Anna X, Luigi. Þetta er huge, Eða, þú veist, ég er bara aðeins að leiða mér að dreyma þarna, en Líka, já, þú veist, ég var bara mér eitthvað að trúa að það sé ekki bara eitthvað fokk í mér. já, ég skilji, en Ezekiel, getur þú sagt mér eitt? Hvað ertu þungur? Hvað akkur er? Ha? Við bara spyrjum oft, við erum að auglýsa vegan ost og það er kannski ekkert vel séð ef að menn eru eitthvað í yfirþyngd. En þú ert alveg til þá bara í svona cirka 20 skall á mánuði kannski, fyrir þetta allt. Sko, þú verður bara að senda mér í e-mail eða eitthvað frá honum sem að, sko, þú veist, ég veit ekki hver er að tala núna eða hvernig þetta er. Nei, Andri. Hvað sagðist að þau vera þungur? Hvað sagðist að þau vera þungur? Ég er að skrifa meili. Ég myndi ekki alveg hvað sagðist að vera þungur. Allir þetta vita það? Ég var að segja, þetta er bara upp á ostinn og þetta er bara brand sem við erum með. Þetta er bara svona sem ég spyr, þú veist,
alla að. Þetta er ekkert að koma í auglýsingunni eða eitthvað svoleiðis. Við töluðum við Chase. Já, hann... Nú veit ég að þetta er eitthvað bull. Nei, hann er aðeins of þungur. Verða Ingi eða eitthvað? Ha? Hver er þetta? Andri Már, markastjóri á Wilsons. Já, en ef það ætti ekki að taka þessu alvarlega, þú veist, þá þurfum við ekkert að vera eitthvað að ýta meira eftir þessu. Nei, ég er bara eins og þið. Það senda mail og eitthvað annað sem er yfir hana til að staðfesta það, sko. Já, ok. Ok, þú getur líka, við gerum það bara, getur þú sendt á mig mail? Þig mail? Já, bara, svo ég sjáu mail, ég fæ svo, ég er ekki við tölvu akkurat núna, ég er bara í símanum. En eins og ég segi, þú getur sendt bara wilson69@wilson.is og þú getur beðið samstarf þar. Wilson69? Já. Það er bara svona sem við félagarnir gerum í gríni. Þið félagarnir? Já, við í markaðsdeildinni. Vinnum meili. Já, Afsakið þetta. Nei, þið miður geta ekki gert þetta. Þegiðu krakki! Þegiðu krakki! Ég reyna að loka þetta díl. Hvað segirðu? Ég bara, þið miður getur ekki gert þessu auðlýsingu. Ég er meira Dominos maður. Ég er meiri Dominos maður, já. Það er líka stað. Þetta var svo langt sýnda maður, þetta var svo kort. Oh my god, við verðum að nota þetta krakkagrein aftur. Flónus áttur til í þetta. Er hann til í þetta? Ég skil ekki hvað er í gang. Þetta er bara peningur, þetta er bara business. Er þetta ómikill peningur? Er þetta ómikill peningur? Er það málið? Hvað segir þið? Ég segi fínt. Hvað er alltaf að láta eyða þessu? Eða hverju? Myndbandinu? Ég er andlutinu. Já. Getur þú ekki að læsa hérna?